Amen. Og nú byggjum við saman. Kæri Jesús, Kæri Jesús, ég gef þér líf mitt. ég gef þér líf mitt, Þú ert minn drottinn þú ert minn drottinn og ég trúi því að þú lifir í dag. og ég trúi því að þú lifir í dag. Ég trúi því að þú er dáið fyrir mig Ég trúi því að þú hefur dáið fyrir mig og ég trúi því að þú hefur risið upp fyrir mig. og ég trúi því að þú hefur risið upp fyrir mig. Amen. Amen. Og nú skulum við fara í hugleiðslubæn saman Amen. og það sem að ég verð með framhald að þessu næst og fer í svona fleiri atriði. Og þannig að þetta var það mikið efni, ég treysti mér varla til að taka þetta nema í 2 hlutum. En nú ætla ég að biðja allum að loka augunum og ég ætla að biðja ykkur að sjá ykkur fyrir ykkur, afhenda Jesú allt í lífi ykkar sem að þið hafið ekki afhent honum áður. Það er oft þannig að vera með læst inn í kistu okkar og þá er ég líka það sem að enginn má sjá og enginn má vita. Sumir eiga heima hjá sér peningaskáp, aðrir eiga bankahólf sem gemt er eitthvað sem enginn má komast í. En nú ætlum við að opna allar gáttir og leyfa Jesú og sjá inn í allt okkar líf og ætlum að gefa honum það. Og nú ætlum ég að biðja ykkur að sjá fyrir ykkur þegar að Jesús er að gefa okkur í staðinn hans eigið líf. Gleði, frið, kraft, hamingju og eilíft líf. Við ætlum að horfa á hvernig við skiptum þessu út. Gamalt og ónýtt, fyrir splunkunýtt, eilíft og varanlegt. Við ætlum að eiga svona smá hljóðastund. Og nú finnum við þegar kraftinn koma inn í okkur. Við finnum hvernig að blóð Jesú Krists sem hrópar á jörðinni er að þvo okkur, er að hreinsa okkur, er að gefa okkur kraft. Og við sjáum fyrir okkur bjarta framtíð. Við sjáum okkur þar sem við erum núna með öll okkar vandamál, allt sem við erum með á bakinu, allt sem hefur verið að sliga okkur. Við sjáum Jesú ganga við hlið okkar og með honum ætlum að fara frá þeim punkti sem við erum núna og þangað sem að hann vill leiða okkur og þangað sem að okkar draumar og þrár vilja fara með okkur í samræmi við vilja Guðs. Og nú ætlum við að taka í burtu ranghugmyndir Guð. Ranghugmyndir að Guð vilji refsa okkur. Ranghugmyndir að Guð vilji dæma okkur. Og ætlum að hreinsa okkur að ranghugmyndum að Guði finnst við aldrei nóg. Og í staðinn þá ætlum við að sjá fyrir okkur að Guð kom til að bjarga okkur. Til að gefa okkur það besta sem hann átti og það mesta sem hann átti sem var hans eigin sonur. Til þess að taka synd okkar og skömm á sig og bera hana sjálfur. Hann gaf sitt líf fyrir okkur og Faðirinn á himnum gaf hann fyrir okkur. Við ætlum að taka á móti því að Guð elskar okkur skilyrðislaust. Hann setur engin skilyrði fyrir elsku sinni. Hann fær aldrei nóg af okkur. Sama hvernig við bregðumst, sama hversu oft við heitum því að gera eitthvað, kannski áramóti heitum, en gerum svo þveröfugt.
Guð fær aldrei nóg af okkur. Hann þráir bara að blessa. Hann er okkur ekki reiður og hann er ekki að setja klafa á okkur. Við ætlum að taka á móti þessum kærleika. Við ætlum að trúa því að þessi kærleiki sé svona. Því að Biblían segir alveg skýrt að svo er og milljónir manna hafa fengið að reyna þetta. Við erum af jörðu komin eins og Biblían segir líkamlega, en blóð Jesú hrópar á jörðinni og það fara að hrópa inn í okkar eigin lífi. Það féll á jörðina og það féll þar með okkur líka. Og við þurfum bara að leyfa þessum krafti að vinna innra með okkur. Við ætlum að leyfa blóði Jesú að vinna verkið. Hann brýtur höfuð hókarsins, hann brýtur vald, því sem skömmin gefur. Hann tekur burtu reiðina sem við beinum gegn öðrum til þess að hylja það sem er slæmt hjá okkur sjálfum. Hann brýtur eftirsjána. Hann hjálpar okkur að byrja algjörlega upp á nýtt, með ekkert á bakinu. Og við finnum hvernig krafturinn í blóði Jesú fer hug okkar, hvernig hann fer líkam okkar, sál okkar, and okkar og við upplifum þennan kraft í kvöld. Í Jesú nafni, amen. Þú myndir taka núna við með bænarefni. Ég ætla að biðja bara fyrir öllum sem er að hlusta. Hvort sem þeir eru staddir á sjálfu stundinni eða hlusta eftir á, ég ætla bara að biðja heilagan anda að bara flæða hér í gegnum okkur. Og ég bara þakka þér fyrir að blóð þitt hefur hreinsað okkur, hefur hreinsað hjart okkar. Og mér langar til þess að tala núna út í Jesú nafni, lækningu inn í hugafar allra sem eru að hlusta núna. Í Jesú nafni, þú ert með heilbrigt hugafar, þú ert með læknað hugafar, Drottinn hefur læknað hugsanir þínar og það kemur friður og ró og frelsi og kærleikur inn í hverja einustu hugsun í þínu hjarta, í þínum huga, í Jesú nafni. Hugsanir þínar eru afslappaðar, yfirvegaðar og fullar af trú og von og krafti og uppbyggingu. Og þú ert eftir að taka sérstaklega sterkt eftir í næstu daga og vikur hvað þér líður vel, hvað þú ert orkumikil og orkumikill og hvað hugsanir þínar eru svona glaðlegar og skemmtilegar og fallegar. Af því að Jesús Kristur hefur fyllt hugsanir þínar að sínu ljósi. Af því að þú hefur hertekið hverja hugsun til hlýðni við Krist með því að taka við blóðinu, með því að taka við því verki sem að Jesús vann fyrir þig þegar hann gaf líf sitt á krossinum. Þú hefur tekið við þessu inn í hjarta þitt núna. Og mér langar til þess að bara tala það út hérna yfir okkur öll í Jesú nafni. Þér líður vel í einn skinni, þú finnur fyrir öryggi, þú finnur fyrir þakklæti og gleði. Og þegar þú vaknar á morgnana, þá brosiru og finnur að þú ert tilbúin í daginn og þér líður vel. Að Jesús er með eitthvað nýtt fyrir þig. Eitthvað stórkostlegt fyrir þig.
Þú ætlar að leyfa þér að finna fyrir tilhlökkun í hjartanu. Og þú finnir fyrir þrá í hjartanu í að lesa orðið og eyða tíma í nærveru Guðs. Taktu tíma ein eða einn með Guði daglega. Af því að þá muntu upplifa Guð á stórkostlegri hátt en nokkru sinni fyrr. Í Jesú nafni, með þeim krafti sem að heilagur andi tala ég lækningu yfir þig og þitt líf. Í Jesú nafni tala ég heilbrigði inn í þig og þitt líf og þitt hjarta og þína sál og þinn líkama. Í Jesú nafni tala ég frið og ást og kærleika. Og það fyllir hjartað þitt og umbreytir þér innan frá. Þessi kraftur heilags anda og við þökkum þér fyrir heilagur andi. Að hér eru synir og dætur sem að hafa gefið þér hjarta sitt og elska þig. Í Jesú nafni. Amen.